Komið þið sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta Máva. Gestur dagsins eða kvöldsins sagnfræðingur og bókmenntafræðingur. Það svolítið merkilegt að þetta kona, sem sjálfsögðu ekki mjög merkilegt, heldur og hún vinnur ekkert við það sem hún lærði. Hrafnhildur Karlsdóttir, velkomin. Takk fyrir kærlega. Gaman að sjá þig. Bara takk fyrir að fá mig í heimsókn. Það sem ég segi, þú vinnur ekkert við sagnfræði eða bókmenntafræði. Sko, sagnfræðin tengist náttúrulega svo ofsalega mörgu, bara því í þessu sem við erum að gera bara dagligdags. Þetta var bara mjög hagnýt og góð menntun. Ég tók sem sagt BA-gráðu í sagnfræði og bókmenntafræði fyrir allmörgum árum síðan. Og hún hefur nýst mér bara alveg ágætlega. Já. Bara sem almenn þekking. Og maður getur tekið svo margt úr henni og nýtt í svo rosalega margt. Meira sig í það sem þú ert að vinna núna. Já. Þú ert hótelstjóri. Já. Með BA í sagnfræði og bókmenntafræði. Já. Hótel Kea. Hótel Kea. Búin að vera lengi í hótelbransanum. Já. Ég er búin að vera það. Ég fór fyrst að vinna á hóteli hjá Guðmundi Árnasyni á Hótel Hörpu 1996. Ég er búin að vera meira og minna viðloðandi hótel. 96? Já, það stubbu síðan. Og var það þá það sko að þú ferð í háskólann, lærir þetta. Sko, hvað ætlaðir í rauninni að verða? Einu sinni ætlaði ég að verða kennari. Ég hafði grun það? Já. Ég held að það sé bara allmörg börn sem ég þakka fyrir að ég gerði það ekki. Þú væri kannski verkfælli nú. Já, við skulum ekki einu sinni fara út í þá sálma. En já, ég ætlaði að verða kennari. Svo, eins og ég segi, auglast svo margir hlutir. Ég fékk áhuga á sögu og á meðan maður var ekki kannski alveg líka viss hvað maður ætlaði að verða þegar maður er stór. Þá var þetta hagnýtt og gott nám. Já. Svo þegar ég er í skólanum og þá fer ég inn í að vinna í ferðaþjónustu, fór að vinna á upplýsingamiðstöðinni á Akureyri. Svo var rekin inn í Hafnarstræti 82. Ég man eftir það. Já. Ég var þar í nokkur ár og rak hana meðal annars eftir ég kláraði skólann. Þá var maður dottinn inn í búin að fá bara bakteríuna. Og þetta er svo skemmtilegt að starfa í þessari ferðaþjónustu. Er þetta baktería? Já, ég held það. Sko, minnst miðað við það sem sagt og talað í fréttum og umræðum með ferðamennskuna og ferðaþjónustuna, þá er það ekki launin sem draga. Nei, það er ekki launin eða vinnutíminn eða fríðundinn. Það er ekki það sem heldur þessu fólki. En þetta er svo skemmtilegt, þetta er svo fjölbreytt. Já. Og ferðaþjónusta, það er bara ekkert smáræði sem er undir þessum hatti. Já. Er mikið að gera núna á þessum árstíma eins og hjá þér? Það er alltaf nóg að gera. Ég er alveg hægt að sjá dauðatímanum sem maður talaði einu sinni í gamla daga. Já, það hefur breyst. En við erum svo sem ekki hálfdrættingar á við höfuðborgarsvæðið. Nei. Yfir veturinn. Já, og kannski ekki sumarið heldur eða hvað? Jú, við erum sumarið er okkar tími. Og Bubbi sagði það. Já, sumarið er tíminn. Sumarið er tíminn, já. Já, sumarið er tíminn, en veturinn eru tækifærin. Og það er það sem við þurfum að vera að einblína svolítið á og markaðssetja betur og ná fólki hingað til okkar. Það er búið að tala þetta mjög lengi. Já. Tala að lengja bæði fyrr á sumri og seinna. Já. Hvernig gengur þetta? Það gengur, það er að ganga, en þetta tekur tíma og við búum á Íslandi, það eru samgöngur, oft á tíðum vandamál, það er veður og svo margt og margt. Já. Og en þetta kemur. Ég hef alveg fulla trú á því að við eigum alveg hreint eftir að
að sjá hér vetur í jafn miklu mæli og hérna bara annan ástíma. Já, í rauninni sér maður sér hér töluvert af ferðafólki, þá mestmegnis útlendingum sem að koma og eru hér að þvælast yfir veturinn. Já, það mikið að því fólk náttúrulega rosalega mikið að koma hérna og skoða norðurljósin og það er bara hugmyndaflugið okkar hvernig við ætlum að sko markaðsetja. Sástu þeir eru ætla að fara að markaðsetja og selja Austfjarðaþokuna fyrir austan. Þetta er algjör snilld. Þeir geta haft hann í dósum. Já, það örugglega hægt að hafa hann í dósum. Ég meina, hefur við ekki verið að selja íslenskt fjallaloft í dós? Jú, en sko eins og með norðurljósin stendur þú niður í hótellobby, fólk að spyrja hvað á ég að gera eða verða norðurljós í kvöld? Það náttúrulega já, fólk spyr auðvitað og hérna. Getur þú svarað einhverju? Ertu ferðu inn á veðurstofuna og það saman? Já, við skoðum það, en svo eigum við náttúrulega líka bara frábæra aðila sem eru samstarfsaðilar sem eru bara að gera út á þetta. Þannig að hérna, hér í bæ bara ferðaskrifstofa sem að hérna, gerir út á þessar hérna, ferðir og við náttúrulega vísum alveg bara greimt. Og fólk sem kemur, það fer ekki bara til hótel, heldur önnur hótel og annað slíkt og það meigra sig ekkert við því að vera í viku og það kostar jafn mikið að fara til útlanda. Nei, þetta er alltaf spurningin hvað þú ert að fá fyrir peningin. Við erum náttúrulega ég á 2 hótel hérna, rek 2 hótel hérna á Akureyri, það bara Hótel Norðurland líka, þar er hérna bara lægra verð og hérna öðruvísi konsept og þannig að þetta bara eftir hverju fólk að leita. Eins og sagt í opinberum ræðum við hátíðleg tækifæri, er þetta vaxtarbroddurinn, það að segja ferðamennskan? Já, hún er klárlega vaxtarbroddur. En hvort hún er vaxtarbroddurinn, mér finnst nú kannski að við eigum ekki bara að leggja öll legginn í hérna sömu körfuna. Nei, en við erum svo sannarlega þetta vaxtarbroddur og þarna við eigum hellinginni. Við náttúrulega höfum alltaf verið svo stokkið á hlutina, við vorum með loðdýrin og fiskeldið og reyfaræktina og allt svona. Já. Og svo það þetta komið núna. En tengslinn við þetta fólk sem að kemur og spyr hvað á ég að gera, hvert væri skemmtilegast að fara, þarftu að hafa í huga að þú sért ekki að hygla einum frekar en öðrum eða hvernig verður það þessu? Já, auðvitað fyrst þarf maður náttúrulega fyrst og fremst að hérna átta sig á því eftir hver fólk er að leita og mæta því þar sem það er. Og þú veist, fólk, ég get hérna talið upp í íþróttaviðburði og kappleiki og allt mögulegt en ef fólk hefur engan áhuga á því, þá hérna þetta bara algjörlega út í hött, Þannig að hérna, já, en auðvitað, ég meina, mér ber í sjálfu sér engin skylda til þess að vera eitthvað algjörlega hlutlaus, en hérna það er líka mitt, bara mínu hagsmunir að fólk fái upplýsingar allt það sem ég veit. Já. Erum við nógu duglegir því að veita upplýsingarnar? Nei, ekki alveg nógu, en samt það er miklu, miklu betra. Upplýsingarstreymið er orðið miklu, miklu meira og betra. Sérðu fyrir þér að þessi staður eða þessi landsluti eigi í rauninni mikið inni? Já, ég sé það, já. Ég sé það fyrir mér. Nú bara umræðum það að Reykjavík, miðborg Reykjavík sé að fyllast á hótelum. Verður það einhvern tíma hér? Það er ýmislegt á teikniborðinu, skils manni. En já. En ég veit það ekki. Ég á nú ekki von á því næstu árum. Stundum heyrir maður, sérstaklega þegar komið fram yfir áramótin þennan tíma til dæmis helgar, allt gistirými fullt á Akureyri. Já, einmitt. Ég hef heyrt þetta líka. Það er ekkert ofsalega margar helgar þar sem allt gistirými er fullt á Akureyri. Nei. Þetta er nú svona mítan með þetta er svo ekki sumarið bara fullt? Sumarið er ekkert fullt, það er búið að bóka mikið en þú veist þetta á eftir að skila sér allt saman. Hvernig er útlitið fyrir sumarið? Það er gott. Það er bara alveg bara mjög gott og bara svona svipað eins og hérna verið hefur. Já. Þetta ég er ekki að sjá einhverja stökkbreytingu á einu en einu. Hrafnhildur,
sko, þar sem við erum að tala um þetta, að þá hefur maður sko svona grunum að það sé mikið yfirlega yfir svona í þessu starfi. Ertu ofsalega mikið á hótelinu? Já, ég þarf að vera það. Þú þarft að vera það? Já. Það er borgað fyrir það? Já, ég er, sko, þetta er... Það er ekkert 9-5? Stundum er það 9-5. Já. En stundum er bara lengri dagar og það fer bara eftir því hvað verkefnin taka langan tíma. Hvernig er svona vinnudagur hjá þér? Hann er mjög fjölbreytilegur og það er eiginlega ekki tækt að segja þetta er dagurinn. Maður er náttúrulega hamast í tölvunni og tala við fólk og skipuleggja fram í tímann og þetta er mikil skipulagningsvinna. Já. Það þarf að vera, það eru margir sem koma að og það þurfa allir að vinna saman og það þarf að vera gott upplýsingaflæði og það er, sko, þetta er það að reka hótel og veitingastað þetta er bara svo mikil svona tannhjólsvinna. Það þurfa öll tannhjólin að virka og þau geta ekkert virka nema að allir hafi sömu upplýsingarnar og sé að vinna eftir sömu gögnum. Þetta er svona eins og góð klukka. Já. Það þarf bara alltaf að vinna saman. Já. Þetta er eins og stórt heimili, er ekki bara? Jú, þetta er bara... Þess vegna eru konur að yfirtaka hótel. Nei, konur eru bara að yfirtaka þetta vegna þess að það er til svo mikið af frambærilegum konum. Já, ég veist ekkert um það. En það er svona eins og maður segir, maður svona finnur það er svolítið breyting einmitt á þessu. Já, við erum fleiri konur í þessi störf sem mörg önnur. Já, við erum nokkuð margar konur núna sem er svona í kringum í þessum störfum. Já. En ég harðneita því að þetta sé eitthvað kynbundið og það eru margir karlmenn sem hafa sýnt þessu starfi mjög vel eins og mörgum öðru. Ertu feministi? Já, ég er það. Bara stutt svar? Það er bara mjög stutt svar. Og ég er mjög stolt af því. Já, ég geti vel ímyndað með það. Hvaðan kemur það? Hvaðan kemur þessi áhugi? Er þetta bara frá því þú ert í skóla eða hvað er þetta? Það held ég alla tíð verið. Það er bara ekki... Bara mín réttlætiskennd segir mér bara það að við eigum öll að vera feministar. Það á ekki að Hvar endar það? Það endar bara held ég á góðum stað því að feministar, það er búið að skrumskæla þetta svo mikið núna og talandi um forréttindi og eitthvað slíkt. Við viljum bara sjá sem sagt að allir eigi jöfn tækifæri og þarna sé bara verið að mæta fólki þar sem það er statt, bara einstaklingunum sjálfum. En að menn lifi ekki og hegði sér eftir einhverjum fordómum eða einhverju sem er byggt á einhverju fáfræði. Já. Viltu halda áfram? Ég gæti sér að halda áfram lengi nei, við skulum ekki gera það. En sko, ertu... Eða það kannski talning í þessum bransa, alltaf tala um bransa, að menn þurfa alltaf að vera á tánum, það þarf alltaf að vera að bæta eitthvað eða endurskoða eða gera eitthvað nýtt. Það þarf alltaf að vera á tánum. Það er ekki bara Hótel Kea, það er ekki bara byggt þarna tíman, ég veit ekki hvað? 44. Við erum 70 núna á þessu ári. Þótti flott hótel á sínum tíma og fínum og fallegum stað og allt það. Sko, þarf bara alltaf að vera að hamast í þessu. Við þurfum alltaf að vera að hamast í þessu. Og þegar þú spurðir áðan, hvernig lítur sumarið út, eina rétta svarið sem ég hefði átt að svara þér þá var bara, ég skal segja þér það í haust. Já. En hlakkarðu til sumarsins? Já. Ég hlakka alltaf til. Og ég hlakka líka til næsta veturs og þú veist, þetta er bara, það er bara hver árstíð þessu hefur sinn sjarma. Já, væntanlega. Það er alveg rétt. En ég ætla nú að reyna að bjóða, gestum upp á það að velja eitt lítið lag og eigum ekki bara að skella því inn hér? Jú. Sér hver draumur lifir aðeins eina nótt, sér hver aldarísinn hnígur jafnan skjótt, hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt of fljótt. Augnablikið aldrei fyllir stund, skalt
sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Að tímans köldu fjötra enginn flýr, enginn frá hans löngu glímu aftur snýr. Því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Líttu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Líttu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Og við höldum áfram hér og fljúum með hvítum áfum. Hrafnhildur Karlsdóttir, sagnfræðingur og bókmenntafræðingur, starfa sem hótelstjóri. Veist að ég hef hátt svona já, á víðara sviði heldur en þetta. Ég vil ekki hafa þetta líka bara sko, svartur hrafn í hvítum áfum. Svartur hrafn í hvítum áfum. Hvaða lag var þetta? Heyrðu, þetta var hérna Líttu sér hvert sólarlag. Texti eftir Braga Valdimar og hérna. Þann snilling. Algjör snillingur. Já. Algjör snillingur. Og þau syngja og flytja þetta svo fallega og hérna, þetta bara minnir mig á að vera þakklátt, þetta lag. Og hérna, og það þarf auðvitað að minna mig á eins og marga aðra, já. En það er bara nákvæmlega svoleiðis. Gleymir þér stundum bara svona í erli dagsins? Já, já. Og þarftu þá svona að pæla í því? Hvað gerir þá til þess að fara tilbaka og hugsa, pæla? Gerir eitthvað, fer eitthvað heim og fer í joggingalann eða eitthvað svona? Já, maður verður að hreyfa sig. Það er bara alveg hérna til þess að halda sönsum. Og hérna fara í ræktina eða hérna fara út að ganga. Ég fer á skíði á veturnar. Já. Og svo á ég bara svo ofsalega mikið af góðu fólki í kringum mig, vinnum sem að nenna að trítla með mér eitthvað og hérna á sumrin. Gengur þá sko innan bæjar eða ferði eitthvað út fyrir? Já, fyrir maður út fyrir. Bara, það er svo mikið af leiðum hérna kring. Já. Sem er skemmtilegt að labba. Og hérna, ég er engin fjallageit eða göngugarpur en hérna, ég hef gaman af þessu. Og það er eins með þetta eins og tónlist og ýmislegt fleira. Ég hérna, hef ekki hundsvit á þessu, ég veit bara hvað mér finnst gott og hvað mér finnst gaman. Já, það er svolítið svo það vera. Getur þú sungið? Nei. Getur þú spilað hljóðfæri? Nei, ég get það ekki. Hvað getur þú þá? Ég kann ekki neitt. Jú. Ég hef ýmsa hæfileika, en þeir liggja ekki á tónlistarsviðinu. Nei, það er ekki. En þú er gaman á tónlistinni? Ég er mjög gaman á tónlistinni og er svona alæta á tónlist. Og setur þetta þá á þegar þú kemur heim? Já. Og þetta er bara mikið, þú getur breytt bara hvernig þér líður, bara með tónlist og hérna, þú veist. Ég er alæta á þetta, hvort sem það eru óperur eða hérna country music. Og áttu þá svona tónlist? Já, það. Hvernig er fjölskylduhægið þínir? Heyrðu, ég er fráskilin og hérna barnlaus. Já. Og hérna, en ég á fjölskyldu, foreldra og hérna systur. Og hérna systra börn,
þannig að hérna, Ert þú þá ég er frænkan? Ég er frænkan. Ertu frænkan, já. Já. Ég er frænkan. Þú ert þess að, þú ert á lausu. Já, ég er, já, ég er bara með sjálfur mér. Já, og gengur það ekki bara vel? Jú, mér líður voða vel með það. Já. Því að það er líka, það er að parti sem að ég er hérna mikil félagsvera og vinn með mikið af fólki og er umkringd fullt af fólki, það þarf ég líka að fá að vera einn. Já. Og það er voða gott að komast bara einn heim til sín og hérna, það er bara búin að loka hurðinni. Já, og setja bara einhverja óperu á setja eða country eða eitthvað. Setja góða tónlist á og hérna, þar með endurnærist maður alveg ótrúlega mikið. Hvernig er með fólk eins og þig, færðu það sumarfrí eða tekur þið frí á einhverjum öðrum tíma? Ég tek sumarfrí. Já, hefur þú aldrei kannski fengið eitt frí? Jú. Við förum í sumarfrí líka og hérna, það er enginn það ómissandi að hérna geta ekki farið í frí. Við þurfum náttúrulega bara að hérna haga því þannig að það komi fyrirtækinu vel og hérna, vera búin að undirbúa það vel. Og hvert ferðu í sumarfrí? Núna sko síðasta frí sem ég fór í, þá fór ég í skíðaferð til Ítalíu, það var nú í janúar. Núna í janúar? Nei, það var í janúar í fyrra. Já. Rúmt ár síðan. Það er skemmtilegasta ferðalag sem ég hef farið í. Og svolítið af myndum sem maður má sjá hérna. Já, við skulum sýna myndir af því. Já, bara svo fallegt. Þarna ég fór til Selva og hérna. Já, það er þekktur staður. Já, með vinahjónum mínum og þar fluttum við svona hálft Hlíðarfjall. Við vorum hérna Akureyringar góður hópur og alveg ofsalega skemmtilegt. Og er þetta bara, sko, þetta er bara full vinna að vera í skíðaferðalagi, mér skilst það, þú er bara út á mótana klukkan 8 og heim á kvöldi? Já, komin á skíðin bara 8:30 og hérna svo bara skíðað til 4, 5, farið í hérna pottinn og sána og smá hvíti? Borða, já, smá rautt eða hvitt og hérna borðað og svo er maður bara steinsofnaður. Þetta er bara full vinna. Já, ég geti trúið því, en þetta er skemmtilegt. En þetta er rosalega gaman. Getum við búið til svona hér? Já. En það? Já. Þurfum við ekki, vantar ekki þessa sól sem að skín endalaust yfir Ítalíu? Jú, þú veist, við þurfum kannski ekkert að hérna markasetja þetta akkurat með sól. Við getum bara markasetja þetta með einhverju öðru. Stórrið? Þess vegna? Nei, ég segi það nú ekki kannski alveg, en Nei, hérna, það þarf ekki að norðlægu veðri. Já, bara nota það sem við höfum hér. Já. Hvað kostar einstaklingsherbergi eina nótt yfir svona annatíman? Sko, ekkert endi hjá þér, bara svona heilt yfir? Bara svona heilt yfir, já, ég meina þetta, yfir háannatíman eins og næsta sumar, þá er það algengt að sjá sko verð bara 30-35.000. Hvað er það sko miðað við erlendis? Það er bara mjög svipað. Það er það? Já. En getur verið að við séum hálfgerðir okrarar þegar möguleiki er á? Nei, það vil ég, heilt yfir ekki. Við erum bara að selja, sem sagt, við náttúrulega seljum sko gæði, við verðleggjum okkur eftir hérna gæðum og hérna hvað við erum. Það verður líka að hafa í huga að sko ferðamannatímabilið er stutt, hefur verið stutt í gegnum tíðina. Þannig að það þarf að hérna borga upp allt árið. Já. Þú þarft að fá laun allt árið? Já. Og allir aðrir sem vinna hjá mér. Já. Þú vinnur á hóteli, ert nánast alltaf í vinnunni, ég þarf að segja, mikið í vinnunni. Hvað borðarðu? Ég borða hótelmat? Auðvitað meðan ég er þar. Þá bara, þú veist, það er bara hérna kokkarnir okkar elda bara mat í hádeginu og hérna maður borðar. Og er það þá matur sem er ætlaður gestunum? Nei, þetta er bara svona hérna starfsmannamatur. Já. Það er bara heimilsmatur. Það er bara einhvern veginn öðruvísi heldur en svona almennt. Já. Auðvitað fáum við líka hótelmat og hérna svona bara eftir hvað er hérna tilfallandi. Hvort velurðu? Ég meina, hvort þykir þið skemmt? Eða betra, svona heilt yfir? Mér þykir bara svo dásanlegt ef einhvern veginn er elda í mig. Eins og ég get nú haft gaman að því að elda sjálf og gera eitthvað, en það er ofsalega gott ef einhver annar segir þetta. Vaskar upp neitt? Nei, þú fer ekki í það. Jú, ég geri það. Maður gengur í þau störf sem maður þarf að ganga í. Og þú gerir? Já, ég geri það. En auðvitað náttúrulega mínum tíma er yfirleitt betur borgið í að vera að gera eitthvað annað heldur en að vaska upp.
En ef að það þarf og það stendur þá bara fer maður í það. Það gengur bara í þau störf sem þarf. Og ef að einhver sem á að vera við herbergisþjónustuna veikist eða kemst ekki eða eitthvað, gengur þú í það líka? Ef að það fæst engin annan í það, já. Aha. Já. En það sem betur fyrir við eigum. Ég á ofsalega gott fólk sem að vinna með mér og stjórnendurnir, millistjórnendurnir mínir eru alveg snillingar og sjá sitt alveg hreint ofsalega vel. Mætti ég koma og gista á Hótel Gea? Að sjálfsögðu. Einhvern tíma var talað að heimamenn mætti ekki gista á hótel. Já, þetta er ósköp, við erum búin að vera í svolítið miklum, innan gæslepa bara vandræði með þetta og fleiri heldur en við á Akureyri. Fólk heldur stundum að það þurfi bara vegabréf til þess að koma inn á hótel. Já. Við rekum bara þarna frábæran veitingastað sem bara opinn öllum og bara opinn frá 11 til 11. Og Múlaberg Bístró og bar og það ekkert bara fyrir hótelgesti. Nei, það breytti bæjarlífinu. Já. Það sem að kom upp í vor. Finnst það ekki? Jú. Það er ekki frábært? Mér finnst það, enda náttúrulega var veður gott. Já. Það er alltaf gott veður hjá okkur. Það er bara mismunandi gott. Já. En það breytti verulega bæjarlífinu. Það gerði það. Já. Og þetta breyttist þetta flotta horn og eins og ég segi mest myndaða horn bara á Íslandi held ég. Og bara breyttist til hins betra, svo bara munar. Ég er ofsalega stolt af þessum breytingum og hvernig þetta er allt saman þarna. Þetta er frábær veitingastaður, það er gott að borða þar og umgjörðin og ofsalega falleg. Mjög stolt af þessu. Gott að heyra. Hrafnhildur Karlsdóttir, BA í bókmenntum og sagfræði, starfandi hótelstjóri. Takk fyrir komuna. Bara kærar þakkir. Gangi vel. Takk.